Heimurinn klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beinast svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við veitum svo sem ekkert við hvað er að eiga. Ég er að tala um samfélagsmiðla, símana, þetta síáriti og það allt saman. Það bárust fregnir af því í gær að forsætisráðherra Bretlands, Starmer, hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. Hér á landi er umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan, ef svo mætti spyrja. Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málin. Vertu velkomin, Viðar. Takk. Þetta svona eitt af þínum sérsviðum, er ekki? Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninnar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega bara gríðarlegar samfélagsbreytingar sem í gangi og við erum að upplifa. Já. Þetta umbylting á sem sé samfélaginu og samskiptaháttum og það svona misskilningur nefnilega að við höldum ofta að tækni nýjungar það svona viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðlarinnar og tæknirinnar í gegnum tíðina að segja að þetta misskilningur vegna þess að tæknin umbreytir. Já. Þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti, heldur umbreyta þeir samskiptaháttum yfir höfuð. Já. Og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa bók sem að sjá samfélagið sem komið inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir How Digital Screen Use Alienates Human Societies. Þannig ég svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana, samskiptatækni miðlana fyrir samfélagið í þessu stærra samhengi. Fyrringin sem að fylgir þessu og það svona efni nýju bókarinnar minnar. Já, spennandi titill. Fjöllum hana síðar. Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Ég á vin í Ástralíu, hann Íslendingur. Hann sagði mér fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, kannski er þeirra menning bara allt öðruvísi. En nú þegar Bretar gætu stíði þetta skref við svo mikið kort löggjöf verður samið ekki en forsætisráðherra þeirra farin að tala með þessum hætti þá þeir náttúrulega nágrannar okkur Íslendinga þá einhvern veginn svona dettur manni í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvaða siði við ættum að viðhafa. Já, það alveg rétt. Við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilheyra framtíðinni frekar en fortíðinni og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tæknilausnir. Nei. Það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkar framfarir ekkert endilega alltaf á rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem fjallar svolítið þetta það sem að þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir þeir hafa gríðarlegt vald og þetta vald vald með farið en við höfum verið svolítið sofandi að feigða rósi við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfæri og séu okkur til góða. Já, maður hefur verið feiminn að svona upphátt tala áhyggjur. Já, við sem ykkur gamlir afturhaldseggir skilurðu. En ég er búin að vera
út all land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál. Fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara. Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, að fólk farið að átta sig. Fólk farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg. Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum kannski og værukær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrgð á allt það. Og þú tala núna Ástralíu settu þetta bann bara formlegt bann í desember. Bretar að tala þetta í umræðunni allstaðar. Þetta í umræðunni í öllum helstu Evrópulöndum og mjög víða þessi umræða til staðar að þurfi að taka þetta fastari tökum, setja á fastari löggjöf eða reglur eða skilaboð eða hvað þetta Þannig að heimurinn núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun. Já. Sko, áðurinn ég aðeins að ræða við þig bara persónulegt ferðalag mitt í þessum efnum. Því að ég held að það geti hjálpað okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort öðru sögur af okkur sem einstaklingum. En ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer segir að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm, auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum, samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi. Þetta kunnulegt. Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða níræð, hún á elliheimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að einbeita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú af því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála Starmer að þetta sé það sem verst við félagsmiðlana að það sé hætta á að börnin með þessum sjálfsmyndar ótta verði óhamingjusöm, þetta sé ávanabindandi, þetta auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum? Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaður, það rosalega margt, mikil tækifæri í samfélagsmiðlum. Það rosalega margt jákvætt sem þeir gætu hugsanlega gert. Og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það. Ég með 11 ára strák, svona minningsti og hann hefur verið svona bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans og hann tala bara reiprennandi ensku og hann er með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru raunveru stórkostlegir, skilurðu. Stór hluti gagnlegrar menntunar sem hefur orðið. Já, klárlega og þannig að þú veist, það er mjög margt mikil tækifæri sem felast í þessu. En ég alveg sammála og ýmsar rannsóknir benda til þess og þegar maður talar við fólk að það er bara alls konar svona vandamál sem tengjast þessu. Og það sem að mér finnst kannski vera líka, það er þetta við erum mótið þrælar símtækjan okkar. Við getum ekki án þeirra verið, þannig að það skerðir, þetta eykur ekki frels okkar, það skerðir frels okkar á móti. Og það sem mér finnst kannski vera helsti vandinn kannski ekki miðlarnir sjálfir, þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég alveg gagnrýna þá sem slíka. Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað þá. Og þá erum við að tala þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvisst ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuðir spilavíta ítundir spilafíkn. Þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum megin við skjáin eru tugir eða hundruðir þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum. Búa til spennu og svalenni. Já, og vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga með því að við erum á þessum miðlum. En þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum. Og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé í því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við ætlum að tala sérstaklega þau. Við þessum siðlausu gróðamaskinum. Þetta eru siðlausar gróðamaskínur. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta en hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti vegna þess að það gengur gegn viðskiptamódelunum þeirra. Og þarna
þarna fyrir mér þá þetta stóra vandamálið, skilur, að þeir hafa verið misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra, ekki fullorðna fólkinu, vegna þess að það er verið að svona sækja í þetta unga fólk og hérna í gróðaskyni fyrir einkafyrirtæki í heimi, sko. Já. Og sko, hérna, sjálfsmynd ungmenna, ég ætla bara að halda því fram, af því ég þekki svolítið til þessara mála, að sum ungmenni á Íslandi, þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd, af samfélagsmiðlum og af internetinu. Og hvað segir það okkur foreldrum sem höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu. Ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég, síðustu börnin mín, ég komin vel til ára þegar ég eignast þau og ég vil passa mig á því að vera ekki hallærislegi pappinn, að vera ekki gamli pappinn sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leyfa, skilur, þeir sem eru yngri. Og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leyfði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum. Mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun. Man grunaði að þetta væri ekki nógu gott, en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heyrist þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum. Þá sé svona, þá höfum við vald elst, ef ég get sagt sem svo, nægilega, til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar. Nei, þetta er allt og mikið, þetta gengur ekki þessari mynd. Skilurðu mig? Já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko klárlega hefur þetta mikið áhrif á sjálfsmynd og þarna koma aðrar fyrirmyndir og geta á örugglega á vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og lítið aðgerðum fyrir fjölgandi, sko, við erum komið með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndir sjálfsmynd og í gegnum miðlana sem svo takmarkað þá skiptir þetta útlit okkar, það skiptir öllu máli, skilur við meira en kannski þegar við hittum fólk, þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til sem að endurspegla sjálfsmynd okkar. Á þessum miðlum þá útlitið nummer 1, 2 og 3, þannig að þetta verður svona gríðarlega útlitsstyrkun, hún verður stereotypísk og allt þetta sem að bara mjög hættulegt, þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkynið við erum alls konar, en þannig verið að setja okkur, við höldum öll að við séum einstökun, verðum öll eins í gegnum þessa þróun, þannig að það er rosalega hættulegt, en eins og þú segir með sko eldra fólk, ég er eldra foreldri líka með 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg, maður er svona þú veist, og það er erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, skilur við. Annað dæmi, kannski, ég syns ekki það, sem er svona bara hliðstætt og ég bara er að upplifa núna, það er svona með pressu og væntingar barna og stemninguna í kringum þau. Í kringum strákinn minn sem er 11 ára, þá eru allir vinirna sko rafhlaupahjól. Og það er ólöglegt, sko. Þeir mega ekki fara því fyrir 12 ára eða eitthvað, sko. Og skólinn er búin að segja, krakkarnir mega ekki koma á sig í skólan og allt þetta. Þannig að þetta er ólöglegt. Það eru allir vinirnir komnir á þetta. Og þetta er bara eitthvað sem breiðist út. Og við höfum verið, foreldrarnir, bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta, vegna þess að þetta er ólöglegt og þetta er hættulegt og bla bla bla, sko. En það er rosalega erfitt fyrir okkur, skilur við, gömlu foreldrarna að vera að standa í þeim sporum að vera gömlu leiðilegu foreldrarnir. Og ég er komin á það skoðan bara, þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu barnsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir ætla þarna að fara í sundi að gera þetta og allt það, sko. Og það er þessi pressa sem við höfum verið undir við foreldrarnir, að börnin okkar verða að fá síma, þau verða að fá aðgang á þessu, við viljum ekki að þau verði út undan og þess vegna höfum við látið eftir og þess vegna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til. Og þess vegna er mikilvægt að við séum að átta okkur, eins og þú segir, að við séum að fá meira rétt
mæti fyrir því, heyrðu, nei, þetta gengur ekki og við gerum það í gegnum samtakamáttin, sko. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því að átta okkur á þeim og að fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskileg þróun. Sko. Skrifa nýjan konsensus gagnvart þessari tækni. Já, breyta kannski normunum, hafa áhrif á normin og gildin í kringum, hvað er eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt og ég að tala að við séum þrælar snjalltækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar, fullanda fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur á hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrífast í mannlegum samskiptum þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra að við séum þrælar tækja og tóla. Við keyptum okkur nýjan bíl fyrir skömmu og og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll símtækisins sem ég var orðinn. Já. Þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum, hentu öllu afþreyingar, Netflix og hentu þessu öllu út, tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að, þú veist, borga leggja og eitthvað, skilur eitthvað svona. Sko. Og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir. Bara þegar ég fyrir ræktina, þegar ég út að labba og alls konar hluti. Bara þegar ég kem hingað inn og allt þetta. Og svo keypti ég minni bíl og þegar ég að fara út úr bílnum mínum, þá segir bíllinn við mig, sko. Your mobile phone is still in the vehicle. Og ég bara hvað kemur það þér við? Skiptir ekki að því, skilur. En við erum í samfélagi sem alltaf að ýta okkur í þessar áttir, sko. Ég með plastkortið, vísakortið. Og bara núna helgina var ég að borga með í bakari og einn félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, þetta ennþá með plastið, sagði hann, sko, þú veit. Já, ég ekki með í símanum, ég veit ekki vera þræll símanspís. Og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í einhverja vegferð að vera þrælar þessara tækja. Við erum ofurseld þessum tækjum að því við gera lífið þægilegra. En vandinn er þessi og það sem ég svona beini sjónum að við höfum verið plötuð inn á þetta fyrirtæki sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar þar og stærstu og verðmætustu fyrirtæki heims 2026, 8 verðmætustu fyrirtækjum heims í þessum geira. Skilur við? En ekki smá peningar. Ekki smá peningar og þarna verið að ýta okkur í þessar áttur og við höfum ferið hugsunarlaust þangað. Þess vegna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líta upp úr tækjunum og tólunum okkar, sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt því og þetta var ég svolítið að fjallum í bókinni Sjáum samfélagið sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessara tækja að mínum mati vegna það ekki hendilega hollt og heilbrigt fyrir okkar sálarlíf né þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum maður kannski að hitta fólk og ef við sitjum saman svo allt í einu færðu tilkynningu í símaðinn og bara dýt hvað gerur? Þú lítur á hann, þú tekur hann upp og fer að svara þáttur ég sé að tala við þig, skilur. Þannig að sko, það þetta sem ég hef líka svona að vera að benda á kringum þessi tæki, hvað þau eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti. Endalaust rof á einbeitingu. Þetta ókurteisi sem fylgir notkun þeirra það bara við getum talið upp sko klukkutími saman, alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu, þótt að séu líka ýmsir kostir. Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðri og verri en samskipti augliti til auglitis. Vegna þess í gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út. Já. Samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum með orðum. Nei. Þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum. Já. 90% af samskiptunum eða eitthvað tapast í gegnum skjái. Það sem við notum svo fá skilningarvit, öll skilningarvitin okkar sem við notum til að eiga í samskiptum, eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits, séu rík og efnismikil, en þau fara niður í bara einhverja smámuni þegar við gegnum tólutæki og þess vegna eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri, harðskeyttari,
ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef þau taka yfir hinn samskiptin þá verður lífið verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko. Nú ætla ég að gera smá játningu. Ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum og hann sagði mér að ég væri að jafnaði að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég, það ekkert mikill munur á laugardögum og sunnudögum og virkundögum. Þetta eru hátt í 7 klukkustundir. Og ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu vinnan, en hann nokkuð stór, vinnuhlutin. Og sko, í gamla daga þá sló ég inn fréttateksta á ritvél. Já. Ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki ritvél og það ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél í bakpoka og labba á milli og svona þannig að sko þetta ekki allt rugl og drasl sko þessi tími, maður bara, ég vinn við það að skrifa, ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsingar hjá öðru fólki, ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hafði samband við þig í gær og bara þegar að koma í dag og ég þarf að vera allan sólarhringinn að fylla rauðaborðið eins og kollega mínir af fólki. Skanna hvað að gera. Já, en þetta sko, þetta komið út úr öllu hófi. Það bæði dagur og nótt og það semst engin munur á rauðum degi eða svörtum helgum degi eða ekki og það sem verra að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkur á þessa hringekju sko. En það einmitt ekki fyrir en að manni ofbýður sjálfum og maður finnur að maður sjálfur orðin af því að orðið alienation kemur fyrir í bókinni þinni sem kemur út í haust. Ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur inn dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag, það tekur enginn eftir því að það komin fjölskyldumeðlimur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara áfram og ef þetta ekki alienation, ef þetta ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum, þá bara veit ég ekki hvað. Þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin, við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta að gera okkur mikinn skaða og hvað þetta spyr stóra spurninga og þá fáum við kraft til þess að segja eins og Starmer, heyrðu við erum að fara að banna þetta og börnin okkar eru í mikilli hættu og svona. Gengur þetta þannig fyrir sig? Já, ég held það sko. Ég held að við þurftum átt okkur einhvern veginn bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta. Við finnum þetta í skinni, við finnum að það vantar eitthvað, skilur það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara, þú veist, bara ein sko, þannig við erum alltaf að reyna að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp. Já. Þú veist það sem vantar og ég kalla sko í bókinni helling eftir 2 klukkstunda pásu ég kalla þessa miðla, ég kalla það screen machines skilur við og þetta verður líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli, bara sjáuði mig, ég sko, vegna þess að það sér okkur enginn skilur við dagstælega, þess vegna erum við að posta einhverjum myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu líkamlega nærumhverfi okkar sko. En eru skoðanir þínar í þessari veru, eru þar byggðar á rannsóknum? Já, það er byggðar á rannsóknum og bara kenningum hvernig samfélagi virkar, skilurðu, byggðar á rannsóknum hvernig þrífumst við, skilurðu, hvað þurfum við til að finna til okkar, fyrir að tilheyra, áhrif miðla á samskipt okkar og allt það. Rannsóknir sýna það að við verjum minni tíma með öðrum, bara núna síðustu 30 árin, við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki, face to face. Sjáum það, nýja rannsóknir sýna það að við notum færri orð, skilurðu, í talmáli
og það eru 330 orð sem við notum færri á dag, skilurðu, og þetta er svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð og þú erum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi en við notum miklu færri orð, sko það eru margar birtingamyndir á þessu, skilurðu, þannig að og einhverjum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir. Já. Þannig sko það eru endalausar rannsóknir sem bendir þitt. Það sem ég er að gera í mínum fræðum, sko. Ég er svolítið að reyna svo skóginn fyrir trjánum. Ég nota rannsóknir, ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði, heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar, ég nota niðurstöður rannsókna í taugavísindum áhrif og allt þetta. Þannig ég tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði, svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stóru myndina. Að sjá skóginn fyrir trjánum, hvaða áhrif hefur þetta í heild sinni á samfélagi sem fyrirbæri, þróun þess og allt það. Vegna þess að sko þetta verða svona, það er oft erfitt átt að segja þessu, vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð. Þetta er það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar það safnast saman, þá verða einhverju meiru sem fyrir að hafa neikvæð áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko. Harðstjórn, ótal lítilla ákvarðana. Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, og miklu betra að senda bara skilaboð, það er minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og vera í tímanum heima í staðinn fyrir að mæta í skólan, það er miklu auðveldara, skilur við. En leið og maður gera þessi hluti, margir fara að gera þá hluti, þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrirbæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta, sko. Þannig að, sko, ég að draga þetta fram í sjónarhorni, við erum erfitt með að átta okkur á þessu sjálf, vegna þess að það er bara þægilegt að gera þetta, skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það. En þegar við tekum þetta í þetta stóra samhengi, þá bara, þetta eru afleiðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi, öðruvís en við gerðum. Skilur. Þá kemur firringin í ljós og þá koma alls konar svona félagslega vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko. Hér var sérfræðingurinn daginn sem sagði mér að taugafrumur okkar hafa breyst með þessari tækni. Þær hafa tekið breytingum. Við erum með öðruvísi taugakerfi, öðruvísi taugafrumur. Af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síáreiti. Við erum bara orðin taugaveiklaðri. Við erum kvumpnari. Við sitjum ekki eins vel í sjálfum okkur. Og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja það eitt, sko, að það kemur fyrir að ég losa mig við síman ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma. Og þegar ég kem tilbaka og tek síman upp, þá býður mín hali, segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kveldi og svo ætla ég að fara að sofa klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað svoleiðis, ég bara labbaði Esjuna eitthvað. Símalaus, þegar ég kem tilbaka þá er hali upp á 1,5 jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna bara skilabóðin sem ég þarf að svara og ef ég gera það ekki þá er hann bara enn lengri á morgun og það er bara kvíði og stress þannig að maður bara ræðst á hann að hala tekur á sér kannski 1,5 klukkutíma í svefni af því maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum bara nánast allan sólarhringinn og þetta er alveg stór dularfullur heimur. Já, þetta lýsa sem þrældómi. Við erum föst í einhverju kerfi skilurðu, sem að bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið skilurðu, og það er erfitt að brjóta af sér hlekkina og sumir hafa líkt þessu við Ég held ekki að þetta kosta suma vinnuna að reyna það. Þetta er líka svona hellirnas platós, sko, okkur við erum hlekkju og erum sendt einhverja myndir á þessu höldum að sé raunveruleikinn, og náum að brjóta okkur hlekkina til að líti hináttina að sjá bara hvað er á bakvið þetta og sjá lífið og tilveruna og allt þetta. Þannig þetta er svona dæmið þá, þetta er kannski sko svona stóra myndin, sko, við erum
þetta samfélagsleg þróun sem látin lítið út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga af lífun og tilverunni og núna eru taugavísindamenn, ég er búin að lesa margar greinar núna undanfarið það sem að senda svona ákall sko, bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarinnar sko, bara, heyrðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsemi okkar skilur, eins og þú sagði, breytir heilastarfsemi okkar og skerðir getu okkar og færni hin og þessu og allt saman sko og gervigreindin er náttúrulega bara algjörlega nýr kapitel út af fyrir sig sem að þeir eru að benda á. Notar það hana mikið sjálfur? Nei, ég notar hana mjög lítið. Já, ég líka. Og vegna þess að ég einhvern veginn sko mér finnst sko og það er komin að þessu sko við erum í samfélagi svo fyrir aðeins út í það það er svona snýst alltaf, þetta er svona instrumental allt sko við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það en við erum ekkert endilega átt okkur á ferðalaginu að því nemendur sem kom í háskóla og ég finn það mjög sterkt það er ég kennar í háskóla eru mjög margir að koma til að fá gráðu þeir ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta skilur við erum að leita gráðinu en ekki endilega menntunu já, við erum sem sé að fara alltaf eitthvað shortcuts í að ná einhverjum ávinningi sem ætlast til að náum í samfélaginu menntun er bara tafsamt vesen á leiðinu að gráðinu já, bara þú veist, get ekki bara fengið gráðuna skilur og það er akkurat þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar að markmiðunum og ég hef bara því miður áhyggjur af því að við föllum í þá gryfju að fara styttir leiðirnar freistni vandi við hættum að lesa bækur að við látum bara gervindina segja okkur bara þú veist hvað hún snýst og allt þetta og ég hef gríðarlega áhyggjur af þessu vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum sem við höfum við þurfum að æfa þá eins og taugavísindamennir segja use it or lose it sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta af hverju erum við að kenna börnum algebru í skóla við notum hann aldrei, við erum að þjálfa þessa færnihugsun og rökhugsun skilurðu gervigreindin, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt en ég hef áhyggjur af því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau hlutina og ég er að passa upp á sjálfum ég vill ekki missa þessa færni ég er að skrifa texta og ég er að skrifa ræður og ég er að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það tekur meiri tíma og það verða kannski villur í því skilurðu, en það er mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera að klöngra saman texta og svo bara yes, skilurðu, það er ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur, þetta er að erfiðasta sem ég hef gert og ég núna er búin að gera 2 bækur núna eitthvað 3-4 árum og þetta er ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússíbana, stundum finnst mann alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég var bara hætt að leggja ára bát, svo heldur maður áfram, svo vinnur maður svona litla sigra og svo finnst manni stundum að bara vera leynsut heimsins vandamál, skilur allt þetta en það er ferðalagið sem er fullnægjan og upplifunin ekki að fá gráðuna eða bókin komið út það eru allir að vinna í litlu sigrunum, takast á við áskorunar, finna út úr þessu, hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta sem að gefur þessu öllu gildi í gegnum gervigreindin sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildi skilur við. En nú er ég að segja auðvitað hægt að nýta hana ýmislegt. Þú ert bara að lýsa þínu eigin sjónarhorni gagnvart gervigreindinni. Já, sem ég finnst gott og heiðalegt að þér. En sko, og kannski er ég bara og við einhverja risaðlur, skiluru og allt það. En ég ætla bara... En við getum allavega rökstutt af hverju við erum þessari risaðlur. Og ég ætla kannski bara í stóra samhengi hlutana þegar ég eldist, þá ætla ég bara að vera með
cognitive skills, sko. Ég ætla bara að vera með eins sterka vitsmunafærni og félagsfærni og ég get, vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera í sem bestu standi sjálfur, hvort sem að samfélagi gerir kröfu um það eða ekki, það aukaatriði. Ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vil vera og hafa þessa færni sem ég búinn að reyna að þjálfa upp og vinna að í 55 ár, skilurðu, sko. Alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi. Ég ætla að gera það sama með heilan minn, skilurðu, og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti. Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér sjálfum. Að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hræddur að missa sjálfan mig og missa það sem að mér þykir vænst í mínu eigin fari sem einmitt glíman við að skapa og kryfja tíminn sem fer í það og svo þetta ferðalag sem úr að tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona. Þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu. Það þessi prósess. Ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina. Svo bara mennskan og ófullkomleikin sem mér þykir bara væntum, skilur þú veist. Það akkurat þetta, sko. Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég leti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með, hvort sem það bara, þú veist, tölva eða hvað sem fyrir fram mig, að ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf farið fyrir mér á líkamlega sviðinu. Ég hef keypt mörg árskort í ræktina. Ég notaði yfirleitt ekki nema 5 eða 6 sinnum. Ég fer stundum út að hlaupa og ég tek svona góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa. Ég of feitur, ég borða rosalega mikið af sykri og alls konar óhullustu og allt það. Líkaminn ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel. Og ég held að færi eins fyrir heilanum að hann verði ekkert glæsilegur ef ég hætti að sinna honum. Ef ég ætla alltaf að fara bara ódýru leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir. Ég verð heimskari og heimskari og hvað þá eftir af mér? Af hverju ætti ég að taka sensinn? Þetta mínar spurningar. En það komin í samfélag núna sem að leggur upp fullkomnum líkama, sko. Já. Og allt þetta eins og voru að tala um áðan. En ég veit ekki það, sko. Gervigreindin, sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni, skilurðu. Já. Það flott verkefni fyrir hana, sko. En þú veist, þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt, skilurðu. Ég nota hana mjög lítið, en það var helst eitthvað svoleiðis og það bara mitt take á þetta, sko. Já. Sko, ég var að velta það fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeiri Katrínu, og mér finnst að, sko, það skiptir miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja yfir í nokkra daga og ég búin að vera að auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja búkið, spurningar og svona. Það sem ógnvænlegt að ég gæti spurt einnar spurningar og gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum. En þá það ekki ég sem að spyrja. Það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldina. Og ég fulltrúi almenning sem blaðamaður. Og ég þarf að vita einhverju leyti hvert ég að fara og hvers vegna. Og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli. Það ekki? Jú, sjálfsögðu. Það held ég. Sko, en þú veist, en svo það þetta. Rannsóknir maður skrifuð bók Daniel Kahneman, Nobelsson við sálfræði fleiri sem heitir Noise og bara þetta, sko, við sem einstaklingar við gerum alls konar rökvillur, sko, því við erum svo ófullkomin að við tökum miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp. Skilur við, þannig að við hittum hópur þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar. Það má alveg gefa gervigreindinni það að hún þessi hópur, skilurðu, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plóginn, sko. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikjennar, skilurðu, og þess vegna nýtum við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni og fólk að nota gervigreindina, ok, hvað á ég að gefa konu minni í afmæliskjöf, skilurðu, svona frættur. Mér finnst það ópersónult, ég vill ekki gera, ég vill ekki aðrir sé ákveða það, en
þú veist, ég held að þetta er alveg rétt á sér samt með sumt, skilur við, að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu, skilur við, að fá sjónarhorn annara inn í þetta. Gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn, en það má alveg gera það líka. Gervigreindin, hvaðan komu upplýsingarinn í hana, sko, koma fyrst úr vestrænum samfélögum, skilurðu, þannig að það verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skilurðu, þannig að sko, hún er ekkit upphaf og endir alls. Er samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu Já, en hérna, þú veist, efnið sem fer inn í hana, ég þekki það ekki alveg, en það er öll efnið sem fer inn í hana og síður kannski á ákveðnum stöðum í heiminum, sko, skilurðu, þannig að hérna ákveðnum menningarheimum, sko. Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónulegi blær á viðtæðinu, hann hverfur það. Og sko ef þið persónulega hverfur, ef við erum alltaf að leita því sem að við fáum þarna bara á nokkrum sekundum að handan, sko hvað verður okkar persónuleika líka? Ef að spurningin kemur, ef að viðfangsefnið kemur ekki frá þér og spurningin, og þú brennur ekki fyrir að vita þetta, hvernig ætlar þá að fylgja spurningunni eftir eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur sko. Þú veist, að ef að gervigreindin kemur ykkur á spurningar, þú ert að spyrja ykkur sem annar vill á að spyrjir, þá ert ekki með það sem kallað skin in the game, skilur, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnúum öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin að þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annar, skilur. Þetta er alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni. En aftur að krökkunum. Nú hef ég fylgst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðlana. Og það eru einhverjir gallar sem að þau hafa tileinkað sér vegna þessara tækni. Þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir eru að ræða bönn er náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu að það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum. Og ég er að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynslóð er ein spurningin. Varð hún fyrir skaða? Er hann óafturkræfur? Að hverju þarf maður að huga? Og bara svona til vara, ert þú sammála Starmer og Áströlum að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri? Já, gott á lokur þessari spurningu. Fyrsta lagi með skaða, ég lesi svona í heilavísindum, sko, heilin er rosalega adaptable, sko, þú veist, hann aðlagar sér fljótt, sko. Þannig að, sko, ég held að þessi krakkar muni alveg spjara sig vel, skilur, hafa færni á ákveðnum sviðum og minni færni kannski á öðrum sviðum, sko. Félagslega erum við kannski búin að... Félagslega, já, geti bætt á því, en hafa færni á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færni á þeim sviðum, sko. Ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur, sko, og samfélagi breytist, sko, en hafa kannski aðeins minni félagsfærni og eitthvað slíkt í staðinn, sko. Þannig ég held að bara vona að þau bara, þú veist, ég ætla ekki að vera svartsýtt fyrir þeirra hönd, ég held að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum, var þetta bannið. Það er stóra spurningin og hún er ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta eins og henni komingað, sko, þessar miklu samfélagsbreytingar sem við talum, við erum einhvern veginn lent í miðri á, straumharðri á. Og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekkert hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka ykkur ákvarðanir í þessari straumhörðu á og það er rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti og komast einhverja vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af. Við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að þangað sem við erum að stefna. Og það er bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breyturnar, við vitum ekki allar breyturnar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess vegna að reyna að taka ákvörðun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma. Þetta var inngangurinn minn. Þannig að,
Já, ég í grunninn sammála þessu að stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin, skilur við. Og þau virka ekkit alltaf. Þetta sem var gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverja fyrstu niðurstöðu sýndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum. Bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu. Þannig að boð og bönn ekkert alltaf svörin og kannski, ekkert endilega alltaf upp á endir alls. Nei. En ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar- og félagslíf, skilurðu, ekki þeim að kenna. Nei. Það okkur fullorðna fólkinu að kenna. Heldur betur. Sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta. Það sem að takmarkanir bönn gefa okkur, það svona tákgræn skilaboð, mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt. Þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að bregðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það. Þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar. Lögmætið sem ég nefndi. Já, lögmætið sem nefndir á hann. Í Ástralíu talið þessir hópur sem farin aftur á samfélagsmiðla, en næstu árgangar, þetta getur oft áhrif á þá, að þeir fara síður og allt það. Og þá einhvern veginn, og það verið að ég las þetta í New York Times daginn, það bær heitir Greystone í Írlandi, það sem var tekið upp svona ekki bann en svona tilmæli til foreldra og skólinn, samfélagi, yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu. Á sveitarstjórnin level, bara byrjaði þar. Já, bara sveitarstjórnin, skólinn og foreldrar samtök tóku höndum saman. Áhugavert. Og þar dró mikið úr símanótkun, skilurðu, og allt það. Og þá var akkurat viðkvæðið þetta. Við ætlum ekki að drekkja ungmenni í þessum miðlum. Ease into it. Við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í staðinn fyrir að drekkja þeim í honum. Sem finnst mjög ótrúlega flott nálgun. Þannig að bannið og boðið bönn eitt. En það sem að þarf að fylgja með, það við fullorðna fólkið. Við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi það sem að símtækin okkar ekki upp af endir alls. Eins og þú sagðir áðan, það kemur ykkur inn að það allir í símanum sínum. Það ákveðin svona tvískýningur í því fyrir okkur fullorðna fólkið. Heyrðu, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera full í þessu. Skilur. Það gengur ekki. Og þetta það sem þarf að fara saman. Þannig ég segi, ég myndi styðja það að við setjum takmarkanir á þessu notkun, en það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líta í eigin barm, við verðum að taka þátt í þessu, við verðum að horfa upp úr skjátækjunum okkar, reyna að slíta þessar hlekki, vera með börnunum okkar, sinna börnunum okkar, hafa kvöldmat, það sem að fjölskylda kemur saman, það engir sím, lead by example og í því liggur vandinn. Boð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta, þá getum við náð árangri. Þannig að Þorgerður Katrín reyndar utanríkisráðherra og kom þetta morgun, en samt ég ætla að finna tilmæli til ríkisstjórnarinnar, skilurðu. Já, eru þessi bara fara í þetta átak, þjóðfélagslega átak, sem bara minni skjátími, punktur. Þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar. Bara minni skjátími, punktur, og þá ég ekki að tala bara fyrir börnunginni, heldur fyrir okkur öll. Vegna þess að ef við ætlum að ná árangur í þessu, ef við ætlum að snúa þróuninni við, þá þurfum við að búa til þessa stemningu, við þurfum að taka þátt og við þurfum að bera ábyrgð
á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar. Þetta hlutverk stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna Að sjálfsögðu. að bregðast við náttúruhamförum eins og þessar tæknibyltingar hafa verið. Já, og þær eru á mannlegum skala. Mannlegum skala og á mannlegum, sko, þú veist, þetta er ekki náttúruhamfarir sem slíkar, þetta eru mannlegar hamfarir, eins og Ulrik Beck félagsfræðingur talar með Risk Society, þetta er bara partur af þessu og vegna þess að ef við tökum höndum saman, þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódeli er frábært dæmi með þetta. Ja, við erum nú að eyðileggja það. Við erum að eyðileggja það. Á 10. áratugnum, þá tókum við höndum saman og búa til umgjörð í kringum ungt fólk sem var jákvæð og uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sýna það frá merkum svona efnahagslegum lýðheilsu félagsfræðingum sýna það að tölfræðilegum félagsfræðingum að það verður svona momentum að ef að svona fjórðungur að fólki tekur upp eitthvað þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast og þetta gerist í Greystone og Írlandi þar sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman og voru meira með börnunum haldar alls konar smiðjur og allt þetta sem gerði það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana, skilurðu, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það er það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja boð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrgð hjá okkur fullorðna fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim. Já. Heyrðu, þetta er nú bara held ég helviti góð loka orð hjá okkur, Viðar. Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhorfendur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretanna ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilaboðaþjónustur eins og WhatsApp og Signal. Þetta er almyrkvi. Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona Messenger og eitthvað sé ekki inn í þessu. Já, nei, það er eitthvað þannig opið, en sko ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að sko allt líf sumra barnanna okkar, ungmennanna okkar sjálfra er bara komið inn í þessa tækni og sko bann ég sammála þér með að við þurfum sko róttækt viðbragð og kannski er það einmitt sko næsta kynslóð, næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einasta orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undirheimum ef svo má segja. Já, ég held að sé von en sko, við skulum ekkit vera sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi og við þurfum náttúrulega líka að undirbúa þessi börn undir hennar tækni heim þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko, 2-3 í viku þá ert í einhverju svona við útilokum þetta ekki úr heimi barnanna, tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulegan hátt í staðinn fyrir að hafa þetta bara eins og villta vestrið sko, að þetta er bara allt opið og allt flæðir inn eins og við sögðu í Greystone ease them into it ekki drown them in it sko. Og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti gegnum skólana, gegnum heimilinu og allt það. Í samræmdu þjóðarátaki eins og þú sagðir, samræmdu þjóðarátaki og þú vitnar til íslenska forvarnamódelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við snerum unglingadrykkjuna niður. Já, og þetta er ekki bara fyrir börnin okkar, þetta er líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur. Heldur mér. Kæra þakkir, Viðar, fyrir komuna. Við getum rappað hérna í allan dag þetta er svo spennandi viðfangsefni og til hamingju með bókina þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur ég fæði annað vitur út af henni. Gerðu það, takk. Og við höldum áfram kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir,
alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is